Þvottahúsið í boði gott CBD. Herðu, Annex. Gunni. Annick. Hæ. Malcolm Todd. Já, Velkomin í þvottahúsið. Takk. Gott að vera komin hingað. Áður við byrjum, ef þú ekki minnast bara á styrktaraðalann. Jú, er það ekki bara gott CBD er betra en margt CBD? Heldur betur. Er það ekki? Heldur betur. CBD.is. Nice. Bingo. Hver er með það? Hæ? Hver er með það? Það er sponsorinn okkar. Já, en hver er stundu bakið? Það er heildsala sem heitir Andrá. Sem er að dreifa allt svo góðu, gott CBD á 60 útsölustæði á Íslandi. Vá. Já. Vá. Framfarir. Jeps. Æðislegt, það er komið langt. En það geggjaði að fá þig hérna, Annick. Takk fyrir að bjóða mér. Og þú ert hérna þetta er ný sería. Já, við erum að hafa henni í seríu. Við erum ekki komið þema henni. Nei, við bara lefum honum að stjórna þeimanu. Við sjáum hvert hann leiðir okkur. Til hamingju season 2. Já, þetta er 5. season. Já. Þetta er 5. season og þú ert fyrsti viðmælandinn í þessari 5. seríu. Ok. Og já, þú bara stjórna því þá. Eða þú veist, allt svo þetta spjall kemur til með kannski að marka seríuna. Já, ég held að. Ok. Og það hefur ekki verið gert áður, sko. Ok. Þetta er sko experiment. Heiður. Já. Það er ekki undir því búin. En þú ert sem sagt Annick. Ég er sem sagt Annick, já. Og þegar ég kynsti fyrst, þá altså varstu að vinna með börnum. Ég treysti þér fyrir dóttur minni. Ég veit það. Ég flutti til Íslands og ég sagði, Annick, hér er gimsteinninn minn. Takk, já, það var mikil heiður. Og þú tókstu gimsteinninu mínum og altså konan þín eða förunautur þinn. Hún er kona mín. Vinkona mín, já. Vinkona, er þið giftið það? Við erum gift. Ok, við ætlum að koma inn á það eftir. Já. Og svo, veist, hafa leiður okkar svona krossast svona svolítið saman. Og allt svona svolítið í kringum börn og í kringum skólana og svona. Og við ætlum að fara inn í hjartað, við ætlum að fara inn í sköpun, við ætlum að fara í að kannski brjóta niður einhverja strúktúra og brjóta niður form og við ætlum að fara í opnun á öðrum formum og svo ætlum við að fara inn í framtíðarsýn. Því ég veit út með flotta framtíðarsýn. En áður við gerum það, þá kannski þú hefur bara 4 mínútur bara ferinn Annick og hvað ert að gera hérna á þessu landi. Já. Vá, ég var smá búin að undirbúa þessa spurningu en kom ekkert út af því. Þetta er stór spurning, hver er maður, þú veist? Hvað við að gera hér? Það er kannski einfaldur að svara. Ég veit það ekki. Ég kom hingað, þú veist, mér langaði bara til þess. Hvaðan? Ég bjó í London þá. Var búin að búa þar í 8 ár. Ólst upp þar og ekki þar, í Suður-Englandi og Þýskalandi. Þannig að ég var útlendingur í báðum löndum, það var svolítið merkilegt. Hvaðan ertu? Upprunalega? Ég fæddist í Englandi, í Suður-Englandi. En pabbi minn er nýsjálenskur. Mamma mín er fæddist þýsk en vill ekki viðurkenna eins og margir í hennar kynslóð. Pabbi hennar var Ítali. Af hverju vill hún ekki viðurkenna? Ég held þetta sé nokkuð, ok, fyrst og fremst var pabbi hennar Ítali. Ég held það sé svolítið mikið þannig, já. Þú veist, það má í Þýskalandi, en ég veit ekki hvernig það er núna, en þú veist, alltaf þegar ég bjóð þar var það, þú veist, mjög nasisarlegt að flagga þýska fánan og þú veist, það frá unga aldrei kennt að svolítið skamma sín fyrir Þýskaland. Þannig að þetta er svolítið mikið eða frá mínu sjónarhorni í þjóðarsálinni. Þannig að ég hef hitt fleiri sem eru líka þannig sem skamma sín pínu fyrir að vera þýsk. Og hún fæddist í Ísrael og pabbi hennar dó fyrir í kafbáti rétt við Ísland fyrir nasistana, það veist. Í nafni nasismans? Já, emitt. Þó hann, það veist, kafbáturinn hans sökkaði engin skip, þannig hann var góðgæður, held ég. Ok, þannig að það er eitthvað sársauka líka með þar? Já, eitthvað pinnbót í það? Eflaust. Og ég fyrst núna að fást við það, það veist, að virkilega, það veist. Altså þú sjálf?
ég sjálfi þetta fyrir hérna áfram á hérna kynslóðin hérna. Það þessi erfðasynd? Já, nákvæmlega. 3 generations. Geggja, hann skulle koma inn á það maður. Já, við vorum að tala erfðasyndin í gær. Það? Já, við erum með bara langa sem að fokka upp hjartalánu Gunnars. Já, ætla ekki að fara í þetta. Einmitt. En það stórt sem við erum að gera núna samfélagið á einstaklingar og í stórumyndin líka við erum að heila hérna generations af já, þið vitið af sársauka af hérna því ég sé ég get ekki verið responsible eða borið ábyrgð á glæpnum Nei, þetta samt svo langsótt horfir bara eins og Þýskaland og nasismanna eru það bara allir plagaðir af því það allir tengdir nasismannum og nasistanum á einhvern hátt eru það bara allir fucked en það ekki alveg þetta svo mikið þá fyrir við svolítið svona í djúpulegina með þetta en þetta viðhaldið viljandi því þetta ekki hagkvæmt að hafa hamingjusamt fólk basically, þú veist þannig að það mjög markvisst notað skömm og alls konar svoleiðis og viðhaldið þegar ég bjó í Englandi það var á hverjum einasta degi hérna heimildamynd stríðið hverjum einasta degi, virkilega ég bjó með Þjóðverja þá og hann upplifði hvernig þetta var viðhaldið stanslaust í gríni en Ertu að segja Þórunni til þess að viðhalda sársauka og halda okkur einhvern veginn undir mörunni, einhvern veginn að vera í þunganum og vonleysi, óttanum, þannig sem við erum einhvern veginn takmörkuð og það kemur í veg fyrir vöxt. Það fyrsta sem fer þegar við erum í fight or flight ástandi ónæmiskerfið. Af hverju er einhver sem vill að ónæmiskerfið grotni? Er það lyfjaðina? Því hérna 60-70% lyfja verða framleitt fyrir aukaverkanir lyfja. Þess vegna. Hvað það var mig? Já. Og hvað hefur þú að segja það? Ég veit, mér finnst allt svo langsótt, ásetning. Það er alltaf spurning ásetningin, Why? Skilju, á hverju? Fear sells. Já, ég skilji. Hvað svo? Fyrir? Fear sells. Fear sells. Ég hafa eftir hérna CNN director, technical director, daginn í viðtali. Fear sells. Altså hvað þýðir það? Hvað meinar það? Ótta frumur? Nei, það selur hérna bara vörur og allt kliks og allt. Já, ótti selur. Já. Þessu svona doomsday preppers. Nei, ótti selur. Ekki einu sinni það, líka þegar maður óhamingjusamur og ekki jafnvægi, þá maður að leita að hérna hlutum í kringum sig til að gera mann hamingjusaman og öruggan og allt það. Hamingjusamt fólk þarf ekkert. Nema fjölskylduna sína og húsið sitt og bla bla bla. En það fólk sem í ótta hérna kaupir miklu meira. Já. Basically það. Algjörlega. Og einfaldara að stjórna. Ég skil allt sem þú segja. Wow, hvað ég fór í djúplega. Þetta er svona kapli 3 núna. Já, en það allt í lagi. Allt sem þú segir, þetta meikar allt fullkominn sens fyrir mér. En heldur í alvörinni að það séu einhver öfl sem að í rauninni setja svona hreyfingar í gang? Altså bara einbeittur brotavilji. Það bara málið? Ég veit ekki hvort þú hafi mikla þekkingu á narsistum, hvernig sociopatum, hvernig þeir virka. Nei, ekki nema bara, ég hélt á tímabili að ég verði það sjálfur, en ég svo komst ég að ég held ég séð ekki. Nei, en fyrst þú spyrð spurninguna, þá veist þú ert það ekki. Já, ok. Þetta er svona built in. Já. Nei, þú veist að segja til sociopati. Já, kerfið byggt fyrir sociopata og fólk sem við dáumst að allt svona lið, og það þekki engin mörk með hvað það lætur valdaþorstjan stjórna. Kemur þetta þá ekki bara svolítið automatist út frá því, skilju? Kerfið og struktúrin býður bara upp á þetta verður svona, skilju? Já, en ég myndi segja fyrst þetta hefur verið í gangi yfir 1000 ára, þetta sé svolítið svona líka haldið við því þetta þjóna þeim sem að stjórna þetta eða að þannig að ég held að sé viss magn af skipulag bak við þetta. Kekkja. Eða svolítið mikið, reyndar, en Þetta var aning.
Þetta var ég takk við fórum svolítið yfir í 3. kaflan. Við hoppum aftur í þetta. Já, við gerum það, algjörlega. En hver ég? Já, því sko, þú passaðir gimsteinin minn. Já, hún yndisleg, hún svo mikil yndisleg, hún er bara gull í lífinu, sko. Og ég bara fæ að vera í kringum hana í smá stund, sko. Og svo, næsta sem ég veit að þú ert bara, þú veist, bara rappari. Og bara eitthvað með konunniðinni, bara eitthvað, við erum hjón og við erum að rappa, og bara geggjað og það er hljómsveit, sko, og alveg eru bara production og bara fantastíl og bara allt í gangi, sko. Mér langar að aðeins fara í það áður við förum aftur í sásugan og ljósið í kjölfarið. En það ekki, því þetta snýst um sköpun, sko. Þú ert greinilega skapari, sko. Það er greinilega Big Bang, alltaf bara hip-hop. Gerir það, já, hip-hop, hvað, ok. Þetta var, ok, í gegnum hip-hop þegar ég var ungur fann ég þess, ég hef alltaf leitað að, ég hef alltaf síðan ég var lítill fundið fyrir það meira til en það sem við sjáum, það sem við vitum, það meira bakvið gluggatjöldin og hip-hop gaf mér tækifæri til að kendi mér mjög mikið, það sýndi mér mjög mikið af þessu, þú veist, þannig og mér fannst þetta mjög skemmtilegt form, ég elska að leika, ég ger það ennþá leika með orð og rytma og bla bla bla, það passaði bara og við vorum einhverju unglingar í Þýskalandi og byggum til hljómsveit og við fengum svo samning hjá fyrirtækinu sem okkur langaði mest að fá samning við og gerðum þetta svolítið milli landa, milli Þýskalands og Englands í nokkur ár en svo fletti ég hingað. En af hverju kemur til Íslands og allum stöðum? Var það kynkvötin? Var það kynkvötin? Sem kynkvötin? Sexual drive? Örugglega af einhver leitið líka. Örugglega. En þetta var ekki fremst í huganum. Mér hefur alltaf dreigið svolítið til Norðurlanda. Móðuættin líka sænsk og ég fann mikla tengingu þangað. En hafði ekki komið til Íslands og var búinn að vera í Ölpunum að lappa í gegnum Ölpunum með stjúpappa mínum og langaði þess, ég elska þetta, hvað þetta var hrátt og þess, hvað við værum svona lítill í samanburði og hvað þess, við gætum dáið bara þess með eitt fótaskrif þess, elskaði það og sagði stjúpappa mínum, ég ætla til Íslands og lappa þvert yfir landið og hann sagði, nei, þú gerir það ekki, vinur minn og leiðum 4x4 og keyrum bara gegnum allt landið og mér fannst þetta komið frá London sem svo mikið stress og orku vampíra dauðans að koma að vera á hálendinu og bara ekkert hljóð. Algjört enginn, á þeim tímum sá man engan dögum saman. Það voru ekki ferðamenn. Nákvæmlega. Það voru bara eitthvað 5 eða eitthvað. Nákvæmlega og þegar ég kom með þáverandi kærustinu minni, hún var sænsk líka og þegar við fórum þá stóð ég við það sem harpan núna og bara grét tárum þess, mér langaði ekki hérna eftir. Hvaða ár var þetta? Nú 3. Þannig að tók mér 2 ár að pakka saman lífinu í Englandi og ákveð basically bara svona, ok, ég ætla bara að gera það. Þannig að þú kemur hingað og þú kynnist konuninni hér. Ég þekkti engan hér. Ég átti 200 evrur to my name og með bakpoka. Ég vissi ekki neitt sem hafi dáið af hungri í Evrópu. Þannig it's possible. Og bara að gera þetta og fekk einhverja vinnu á byggingafyrirtæki. The rest is history. En núna þú ert með konu, þú fórst að vera með íslenskri konu, þið eignust 2 börn og þið eru svona saman í leik og starfi, sko. Þið eru alveg bara svona couple, sko. Við byrjum hvert dag á þess örugglega klukkutíma spjalla allt. Við erum þannig og tölum allt. Þeir hljómsveit líka saman? Já, þó höfum við eiginlega ekki gert síðan síðast árið. Þeir bara mistum eiginlega áhuga það fyrir svo mikið vinna í það að koma fram og selja sig basically og það eitthvað sem mér fannst alltaf erfitt og henni líka og
Ætluðu þið að allt svo að reyna svona bara að meika, eða ekki? Það var út af því, eiginlega ekki, en svo kom nazisti, pródusent sem var alveg þess, ég ætla að selja allt stefn mitt að flytja til Íslands og búa til stúdíó og þið verið hérna, en svo kom í ljós, hann var með einhvers konar aðra hugmyndir í gangi og þetta var svolítið hérna, en við lærðum mjög mikið gegnum þetta. Og þannig að hann pumpaði þetta, hann var hérna drifkrafturinn að baki það og svo kom við með kona mín með þessa hugmynd þess, gerum myndband á mánuði sem við gerðum sem var svolítið svona mörgum fann svolítið svona undarlegt og það mjög skemmtilegt þess, ég gaman að gera það. Hvernig myndband? Tónlistarmyndband þá eða? Já, við gerum eitt á mánuði, við gáum úr plötu og hérna gerum eitt myndband á hverju mánuði sem var rosa mikið vinna náttúrulega. Já, algjörlega sko. Stressaði hans. En svo við eigum náttúrulega börn og okkar hjartans mál fjölskyldan og við sáum bara að við gátum ekki tengt þetta við að meika það og ferðast sem heiminn og allt það passaði bara aldrei saman í hausnum á okkur. Og þessi pródusent, hann var svolítið svona já, þessi, hérna, hún lét hérna ætlaða börnin sín fyrir þetta, bara svo við vitið, þú veist, þetta, já, einmitt, og þú veist. Þannig að selja djöflinu sálina sinna, sko. Já, hann var svolítið hræðilegur, en í gegnum það, þá kynntum þess, föttum við hvaða áhrif að við vorum bæði svolítið svona narsissista fæði þess, hvað heitir. Og í gegnum það lærðum við svo mikið hérna narsista í okkar lífi og bla 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 og þannig að þetta var maður tekur alltaf úr því vonda og hérna gera eitthvað gott. En hvernig ef þið ekki með tónlistina, veist, hvernig náðu þið svona að fullnægja svona ykkar altså samveran, altså þið sem hjón, en svo líka bara þessi sköpunarþörf, bæði sem einstaklingar sem og par. Hvernig náðu þið að fullnægja þessari sköpun? Hvar eru það að skapa? Una getur ekki skapað. Hún bara alltaf að hún býr til hérna hálsfesti og skarkgripi og myndlistakona gerir rosalega, hún alltaf, hún snillingur, hún alltaf að búa, hún getur ekki sitt nema að búa, hérna finna eitthvað sem liggur þarna, að búa eitthvað flott til úr því. Þannig að hún þessi manneskja. Ég ger það með það sem þú varst að tala áðan, með þessa framtíðarsýn, með vinna mína núna, með þetta heart með því að vera, þú veist, að taka að einhver leiti þátt í myndun nýja heims, þú veist. Ég nefnilega sé að einhvern tímapunkti, þetta ekkert svo langt síðan, þá ferðu bara svona, þá tekur einhverju svona beygju, sko. Þú veist, inn í einhverju svona pælingar, sko, sem að kannski alltaf hafa að blunda þarna, en þú ert farin að feta greinilega svona einhvern veg, og núna ertu komin með á laggirnar, það allt svo hjartavit, allt svo .is, það þetta að fara þangað, .com. Það fyrir mig ekki til .is. Nei, ok, hjartavit.com, svo þessi komið hérna fram. Og þetta allt svo bara heart math. Já. Ég sjúklega spenntur að heyra meira þetta, sko. Já, ég lá í baðið á hann með tærnar upp í loftið og ég var eitthvað að skrolla þetta og svona, ok, það sem ég sé, það hann eitthvað tenging milli, sko, allt svo, hvað ég segja, bara efnis og anda eða hugar og hjarta, heila og hjarta. Við erum farið inn á þetta með heilan og með hjarta, hvernig hver einasta sella og sérstaklega hjartasellur geta geymt meðal annars minningar og eitthvað svona, og eitthvað svona samspil og eitthvað, en þetta bara gríska fyrir mér, sko. Og þú býður hérna upp á eitthvað svona treatment og annað, þannig að viltu útskýra þetta eitthvað aðeins? Já. Og ef þú getur læknað mitt hjarta, sko, eða gefið mér leiðbeiningar. Ekki svona. Sko, nei, eða sagt mér. En ég get kennt þér grunnatriðin sem grunnurinn á öllu sem það byggist upp á. Og það það að mynda það sem kallast heart-brain coherence. Áheyrn, eða ekki, coherence. Já, takk, já, örugglega. Þetta er hálfgeir svona observation. Ég hef ekki farið djúpt í íslensku orðin í þetta, því miður. Nei. En því íslenskar að tala svo góða ensku þess, ég get sagt coherence, þú kemur með strax með coherence, það eins og áheyrn, það er hlustun, ekki rétt? Nei, þetta er meira svona samræmi. Coherent hérna að það fer saman, að það sé í samtali, alignment, já.
sem dæmi hérna, if a sentence is incoherent þá make það ekki sense. Ég skil, If it's coherent þá, þetta sko, í stuttumáli þá þetta, ég sé þetta sem brúin milli vísinda og spiritualisma. Þetta vísindilega rannsókn eða fullt af þetta heiðný grein eiginlega í vísindum sem sýna fram að þetta ljóðræna pumpa sem við byrjum í brjósinu actually ljóðræn og tungumálin öll lýsa þetta og þegar hjartað og heilin í coherence eru aligned. Þetta ekki sama, ég að ruggla saman orðum heldur Já, þessi tenging. Þegar þau að tala saman basically, því hjartað actually stjórna heilanum meira en öfugt. Hjartað gefur heilanum miklu fleiri upplýsingar heldur en öfugt. Þess í hverjum einasta hjartaslátt eru upplýsingar viljan okkar þess allt. Þess þú getur mælt alls konar þess data af physical well-being, physiognomy basically í hjartsláttunum. Anyway, en þetta samræmis nákvæmlega þess. Hjarta segir, gefur heilunum þessa upplýsingar hvernig hjartanu líður þegar þú ert í ró, í jafnvægi, í góðum tilfinningum. Hvernig blóðinu líður? Örugglega. Þá fer allt kerfið í þess samkvæmt því. Ef þú ert í panik, þá stillist líkaminn á ég í panik, þess að býr til þessa hormóna og bla bla bla. Allt það. Og þegar þetta fight or flight og þegar við erum í rest and repair ástandi þá það að endurbyggja frumurnar, þú ert að heila sjáfanir, og í þessu ástandi þá þú miklu tengdari innsæinu, það eru tækni til þess að markvisst tengjast innsæju og fá upplýsingar frá innsæinu, því hjartað rosalega klárt og það ein tilraun sem við hefum margt oft fyrir gerð, hún mögnuð og svolítið svona snýr á hvolf allt sem við heldum við vitum allt einlega. Það einstaklingur fyrir framan skjá, tengdur mælum og það koma myndir, random myndir en það eru allar að einhver leiti svona örvandi, annarkvort eitthvað hræðilegar eða mjög fallega, nákvæmlega. Og það áhugaverða að hjartað nemur hvaða mynd kemur 5 sekúndum á undan myndina. Já. 5 sekúndum. Mæli hvaðan kemur, ertu að meina hvort það komið fallamynd, hræðileg mynd, allt það. Það insight. Eða eitthvað, þetta er eitthvað skammtafræði hvað þetta? Þetta allt of stór spurning fyrir materialistic hugsjónin sem við höfum. Því við höfum rætt sko, þá höfum við rætt í rauninni upplýsingatengsl á milli tveggja aðgreinda staða innan skammtafræði sem eru handan tíma og rúms. Þá eru ekki delay á upplýsingum. Það eru ástand sem á sér stað á tveim stöðum á sama tíma. Þannig er þetta að segja að upplýsingin hún hefur borist áður en hún verður okkur sýnileg. Sem meikar engan sens. Samkvæmt því sem við okkar paradigm, það sem við vitum í sem sagt materialistic heimnum sem við búum í en í heimnum það sem fólk að rannsaka telepatíu og allt það þá það ekki svo langsótt en þess vísindan okkar núna eins og þau hafa ekki pláss fyrir svoleiðis því þetta ekki ennþá
Ekki ennþá, nei, en þetta HeartMath dæmi hefur verið í gangi síðan 1991-2 og það eru 100 scientific papers. Þetta notað í bandaríska hernum, þetta notað á spítölum út allan heim, þetta notað í skólum, þetta notað í stórum fyrirtækjum, þetta notað út allt því þetta einfaldlega eplir allt í mannskerfinu. En hvað notað? Hvað þeir að gera? Í hverju felst þetta? Já, af hverju skilur til að hafa stjórn á sínum eigin tilfinningum. Til að ná að við erum svo margir stanslaust með svona negative self-talk í gangi, það sem þau eru að tala sig niður og eru með alls konar stress í gangi, svona litlu hluti sem eru í bakgrunnum en sem eru eins og lítið gat í bát sem hleypa úr sér bara orku, basically, og við erum svo oft, sérstaklega í þessum heimi sem við búum í, nú til dags, þetta er bara stress, hvað, gerða ekki neitt í bara fæðingarorlofinu, svona hugsanir, í stað fyrir bara að taka sér tíma, og þetta rosalega mikið álag á kerfinu okkar, og þannig að með því að hafa stjórn á sínum tilfinningum, og hvernig maður reagerir við umhverfið, við umheiminn, þá maður bæði andlega á miklu betra stað og þar með líkamlega á miklu betra stað í öllu. Þetta rosalegt og þeir setjum, eins og ég segi, ótal margar tilraunir gerða með það hvað það sýnir hvað það hefur rosalega góða áhrif á performance, á allt, á heilsu, á allt, svepp, á allt þetta nota samhliða rosa mörgum öðrum sjúkdómum til að minnka áhrifin þeirra. Hvernig myndirðu þá, ef ég kemi hérna til þín og ég væri stressaður, ég væri neikvæður, einmitt, hræddur, svartsýnn, fullur af fordómum, fullur af hroka því ég svo óttaslegin, ég kæmi hérna til þín og ég myndi segja við Annick, ég þarf hjálp. Þetta stórt skref. Já, nákvæmlega. Hvað myndirðu segja við mig? Hvað myndirðu gera? Hvernig myndirðu... Bara til hamingju. Já, það þetta fyrsta sem þú myndir segja. Svo hvernig væru verkfærin? Þetta byggist allt á það. Þetta eitthvað svona reikidót eða þetta allt svo... Þetta bara basically, ég get sýnt þér grunninn núna, þetta mjög einfalt þess, hvernig maður býr til þessa tengsl með því að bara anda rólega inn og út og maður ímynda sem maður hefur fókus á hjartanu, að anda inn í hjartað og út hjartað, rólega, ekki of djúpt eða of hægt, bara comfortable, þú veist. Hvað lengi? Mínúta, og þá á þessari mínútu ertu búið til þessa tengingu. Ef þú getur bætt ofan á það virkilega fundið fyrir góða tilfinningu af kærleika eða það veist, væntumþykja eða þakklæti eitthvað svoleiðis, þá ertu að styrka þetta. Ég með næmi sem ég gæti núna smelta á eyrað þitt og þú myndir sjá á skjá hvaða áhrif þína hugsanir hafa á hjartað þitt, á hjartslátinn. Þegar þú ert í samræmi þá myndast svona sine curve. Hjartað fyrir hraða þegar maður anda inn og hæga þegar maður anda út. Það myndast svona. Þegar maður ekki í samræmi þá þetta út allt. Já, ok. Og þú sér einfallega á kúrfinni hvað það spara mikla orku með því að vera í flæði í stað fyrir þannig að þetta bara basically að ná stjórn á sínum eigin. Hvernig líður þér núna? Mér líður mjög vel heldur sko. En ég veit aldrei hvernig mér líður. Ég svo steiktur sko. Þetta með HeartMath líka þess, maður æfir það að einmitt svara þessa spurningu. Þess hvernig líður þér? Að átta sig á því, að fara í fína punktuna og að umbreyta þess, ég er stressaður. Hvað er það sem er að stressa þig? Og því að mér langar ekki að gera mér að hálfvita fyrir framan vísi en hvað það sem mér langar að gera, hvað er andstæðan, hvað mér langar að koma við fram. En ég finn ég róast niður og ég finn að slaknar öllu og
og það sem að kemur auðvitað næst, það er eins og sitting bull og alltaf að reyna að tróða á hann, það bara Gunni, og þú þarf bara að biðja eitt og bara ef þú ætlar að biðja Guð eða eitthvað næri mátt eitthvað, þá biður bara eitt og það er viska hjartans, ekkert annað. Og þetta er samátti sem ekki mjög trúar þannig, allt svo innan trúarbræða, ég með stytt upp á loftið mér, það er Jesus, skilur, hann er eitthvað svona bendandi bara eitthvað hann á hjarta á sér, bara svona, this is the shit, nákvæmlega, the shit, this, hann er ekki eitthvað hérna, ég á aðra styttu, það er gauð sem er svona, já, einmitt, og hann er frekar þungur sko, Jesus, hann er bara hérna, shit, gott hjá honum, skilur. Þannig að það er greinilega hérna einhver lögmál. Þetta er eins og ég segir, í öllum tungumálum, þau eru gegn sósa af einhverjum fallegum ljóðrænum hjartað. Já, hjartað. En flesti vísandi myndi bara segja þetta pumpa. En erum við ekki í rauninni bara, er þetta ekki bara eitthvað svona mindfulness, eitthvað pæling? Erum við ekki bara eitthvað þú getur verið í einhverju vipassana pælingum þar sem þú veit, eitthvað í andardrætti eða einbyttaðir á þessu svæði kringum nasir og annað eða farið í eitthvað svona body scan eða eitthvað, en hérna ertu í rauninni bara að beina athygli eða dristi á hjartastöðina eða hjarta út kannski ertu að finna hjartsláttinn, út að finna fyrir hjartanuðinu. Er þetta ekki bara mantran? Sko, þetta er bæði tæknin þess, nei þetta þú ert actually að búa til þess, þetta er mælanlegt og eins og ég sagði, ég gæti sett ég get gert það á meðan ég er að tala við þig og þess að maður tekur ekki eftir því hjá fólki þess, ég get gert það þegar ég er að fara í eitthvað viðtala, gera þetta á undan til að róa mig, ég get gert það eftir að eitthvað hefur gerst til að koma aftur niður og því meira maður gerir það því við erum með thermostat í heilanum sem vill endurskapa það sem það vant að upplifa. Stresshausar eru alltaf að reyna að búa til stress og þú getur breytt því með því að gefa því meira segja heilum ofta að það sé venjulegt að vera í þessa ástandi þá sækir þetta er svo endurforritun. Þetta er nákvæmlega það, þetta er endurforritun og það er líka þetta er ekki bara þessu að byggjast upp á þessa æfingar til að skapa þetta coherence en það er líka ég myndi eins í það sem við varst að tala áðan með þennan reiðakall spyrja spurningar og leyfa þeim að fara í gegnum það hvað það er sem er að trufla það, hvað það er sem er að velta þessa reiði eða þetta stress og fá þau til að fara svolítið inn á við og uppgöta hvað það er sem kemur í veg fyrir að þau geta verið í ró eða hamingjusöm eða hvað sem er og það er magnað hvað fólk kannski mest fólki sem heldur að þeir ekki á að halda það þarf að því halda. Það þurfa allir, því við erum öll undir við erum öll undir álagi, við erum öll PTSD-ið af samfélaginu, af árahundruðum langa Við erum með nýrnahettan er bara eitthvað bara dælir út einhvern stresshormónum bara stanslust og svo fæ ég krabbamein í rassinn og er mjög hissa. Nákvæmlega. En þessar pælingar sem þú ert í, er þetta ekki bara ógn við þessa heimsmynd sem við fórum aðeins í byrjun, þessar ógnar sásökastýringu, vilja myrkrið, þú ert með eitthvað Darth Vader stemningu og er þetta ekki ógn við myrkrið sem er í gangi í dag? Það sem ég er að gera, örugglega. Þess vegna heyrir maður lítið það. Þú sér ekki, kemur núna að vísi náttúrulega, en annars heyrir maður voða lítið það. Þó er notað á í stórum fyrirtækjum og stofnunum út allan heiminn. Hvernig fer þessi meðferð fram? Er þetta maður á mann, er þetta samtalið eða er þetta
ég get verið í hópum en þess maður nær betri einbeitingu og þess meira markviss náttúrulega. Og er þetta svo bara unnið eftir einstaklingnum sem við þurfa 1 tíma og svo 10 og... Nákvæmlega. Svona venjulega svona 5 tímar, ekki samfellt, yfir 5 vikur. Eins og þú segir. En þarftu þá ekki líka að fara að kafa ofan í utananleikjandi faktora, hvað er að valda? Er það vinnan eða fjölskyldan eða fíkniefni eða whatever, og er þetta partur af vinnunni sem þú ferð upp á að ná? Já, en ég ger eiginlega ekki vinnuna, ég spyr bara spurningarnar og fólk sjálf gerir vinnuna. Já, og er fólk að taka þetta? Ég þarf bara að hlusta. Já, geggjað. Og heyra svona milli línurnar hérna er eitthvað, hvað var svo að segja þarna? Já, geggjað. Já, magnað. Já, virkilega magnað. Þetta magnað fyrir mig líka að upplifa hvaða áhrif það hefur á fólk. Það er að breyta lífum rosalega mikið, ekki talandi mitt eigið. Ok, núna er ég hérna í viðtali og svolítið bladrandi en við rífumst aldrei lengur. Við vorum svolítið svona heitt par for mig en hérna það fjölskyldulífið er bara miklu hvaða heilur ástast þar því að mér langar líka aðeins að koma inn á eða aðeins, mér langar bara mikið inn á fyrir ekkert svo, hvað er kannski 1 eða 2 ár síðan, þá sé ég Facebook status frá þér og ég hef aldrei séð svona áður, bara langstatus, bara samband okkar er opið og ég bara þvert skrif what the fuck but what the fuck's that, man? Hvernig er þetta að opna samband? Svona búin að heyra meira og meira af þessu. Þetta er eitthvað svona hreyfingar í gangi. Ég bara, hvernig er þetta að fara inn í svona frelsi? Er þetta bara einhverju nymphos? Vil ég bara eitthvað fara að svinga? Fólk projekta gert. Já, það er það fyrsta sem ég hugsa, bara eitthvað sexparty, það er fyrsta sem allir hugsa. Já, en þið bara opnuðu sambandið ykkar bara on social media. Skilur þú? Já. Þetta var, sko, mér langaði að skrifa, fyrst skrifaði ég þetta bara út af því að mér langaði að vera heiðarlegur og koma sér svo orðum. Þér tókst það. Takk. Og líka bara til þess að fólk myndi ekki halda hvað hann ekki að spjalla þessa stefni, það veist. Veit unað þessu, þarf ég að segja henni hvað er í gangi, það veist. Þetta er svolítið óþægilegt á litlu samfélagi hérna. En mér skildist að ég hafi haft með þessa skrif, það veist, með þetta skrift hérna áhrif á svolítið marga, það veist. Ég hef aldrei séð svona áður, sko. Ég held að þetta séð 3 ár síðan, 2,5 kannski. Já, en það? Ok. Já, nei, sko, við byrjum í þessu fyrir 4 árum síðan. Þannig að ég veit ekki hvað tók mér langan tíma að komast þessu orði. Byrjuð í hverju? Já, hvað þýðir þetta? Þetta er svo opið hugtak. Já, það er það og það er eins, já, það er engar... Þeir eru leikreglur? Nei, eiginlega ekki. En sko, ég segi við erum í opnu sambandi en þetta er okkar útgáfa af því er mjög monogamist, það veist. Það voru lítið sem við gerum þannig séð í því, við höfum gert þetta bla en það eiginlega er heiðarleiki vera heiðarlegur við sjálfan heiðarlegur við hérna þess besta vinin sinn sem er hérna þessi tilfellu kona mín og að geta tala og í gegnum það þess, ok, vá, ég finn að þess ég er hérna ég fæ hérna einhverja ströma milli okkar hérna önnu eða hvað sem er þess og að taka eftir að hvað það er sem stöðar mann í þessu að bera ábyrgð á því þess og vinna að fá að hitta einhvern hvað er í gangi inni hjá mér hvað er það, hvaðan kemur þetta hvaða óöryggi er það sem þess, því ég veit að ég get verið hrifinn af einhverju þess, af hverju það er allt í lagi, af hverju er það svo ógnandi þegar hún gerir það þess, og þá þarf ég að horfast í augu við mína eigin þess, með eigin djöfla actually, og ég held að í mörgum venjulegum samböndum þá er þetta mikið, eða það var áður fyrr hjá mér allavega veit ég mikið í gangi allan tíma, er hún skotin í þessu þegar maður getur ekki talað það þá er það bara í hausnum á manni það er svo
En hvernig var þetta, ég meina, einhver hlýtur að hafið samtalið? Já, þetta kom í kjölfarið þess með þennan producent og hún fann fyrir einhverju því hann var svolítið svona, hann vildi eigna sér hana held ég. Það skipti engu máli en það sem við fundum fyrir. Það fór einhverja tilfinningar í gang? Já, og hún sagði hérna, hún var fannst að hún var að falla fyrir honum að einhverju leyti. Og þegar þetta splundrar og allt í sundur og bla bla bla, þetta var svolítið mögnu upplifun, þá kom þetta í gegnum þetta samtal hvað hafði gerst og þá stakk upp á því þessu. Ættum við kannski bara að opna. Og hvernig leiði með það? Bara við vorum búin að tala í 6 mánuði samfellt bara. Þetta var svo rosa mikið mámennan producent fyrir okkur þá að þetta fór svo djúpt í alls konar mismunandi þættir í okkar lífi að við þurftum að eiginlega endurskoða allt og ræða allt. Þannig að við vorum bæði mjög vön að vera hágrátandi og öskrandi og hlæjandi og þetta var svolítið mikið tilfengilega rúsmanni þannig að þetta var bara part af því og mér leið bara vel bara, fæ ég þetta frelsi sem ég þarf svo að taka þessu ábyrgð fyrir. Já, en þú þarf líka að vera tilbúin til að veita henni þetta frelsi. Já, nákvæmlega, og það svo algengt, það var ekkert máli ef ég myndi fá að gera það en hún myndi fá að gera það. En þetta ekki íslenska orðið ég veit ekki alveg hvað það bara ofmetið, þetta ekki svona overestimated? Frelsi? Nei, ekki frelsi, bara, hvort það sé kynhvöt eða hrifning og allt þetta, þetta ekki bara eitthvað bla, ég meina, fer þetta ekki bara auðvitað út í eitthvað svona þráhyggju, því maður hittir bara fólk sem að alla daga sem að maður svona myndar mismunandi tengsl við og maður svona laðast kannski meira á öðrum en einhverjum hinum, skilurðu, og ég hef verið þarna sjálfur, þar sem maður einhvern veginn bara svona, mörkin einhvern veginn óljós og maður á ekki að taka skrefi en maður gera það samt og skýtur upp á bak, skilurðu, og særi fólki í kringu sig. En það var aldrei þörf á því. Fattarðu hvað við? Já. Ég hefði aldrei þurft að fara þessa leið. Og með frelsið, þá þarf ég ekki að fara þessa leið. Með frelsið til að gera þetta, þá er þetta ekki jafn. Bara spennandi, þetta spennandi, mér finnst gaman að tengja fólk, ég mjög auðhrifin manneskja, en ég þarf ekki nauðsynlega þá að þetta ekki leyndarmál, þetta ekki falið og þetta spennandi gegnum þetta falna sem gerir þetta svolítið svona, veist hvað ég meina? Já, nokkuð veginn, ég svona að reyna að vega utanum þetta sko, ég meina, hver eru kostirnir fyrir menn, kannski, núna erum við bara eitthvað, ég er að vera 45 í sumar, kynhvötin, hún er bara eitthvað svona aðeins, hún er eitthvað aðeins svona dvína, maður er aðeins svona róast, skilur hvað er það sem að... Hjá mér er þetta ekki spurningum kynþátturinn í þessu, heldur bara tenging. Altså kynhvötin, já, tenging, já. Bara tenging, bara að eins og ég segi þetta mjög mónogamis hjá okkur spesialega ekki 100% en þetta er engin orgja. Nei, fyrir mér ég held að þetta snúi allavega fyrir mig eins og ég sé það því að við höfum líka, við höfum eftir að fara svolítið inn í kynhneigð hérna næstu viðmælendum líka það er mikil aukning á alls konar kynum og alls konar hreyfingum og það er allt lefilegt, nú er ég að vinna með börnum og unglingum og það er bara allt í gangi sko eitthvað sem bara mátt ekki og var ekki bara í boði þegar við vorum unglingar sko og eins með þetta bara opnum, erum við ekki bara leiðin inn í eitthvað svona frjálsari framtíð það sem að við erum bara upplýstari. Við þurfum ekki þessi bönd þú sér bara orðið, bara hjónaband þetta er bara band fattar þú hvað við? Ég getur líka sagt band það er bara eins og eitthvað séu bundin við erum bara bundin og þú bara sverð eið bara að bara vera með þessari mannesku en það er eitthvað líka fallegt við það já það er það eflaust
og maður getur þess með því að opna sambandið erum við orðin miklu nær heldur við höfum alltaf verið þess. Það ekki bara því að heiðarleikin og samskiptin eru að aukast nákvæmlega og þess þegar hún hefur farið að hitta einhver þá hefur ég verið þess fundið fyrir gleði fyrir hennar hönd geggja maður og þetta er önnur upplifun og er engin díalógur áður nú fyrir að hitta eitthvað bara er þið sammála mörk eða eins og til dæmis bara ef þú ert ástfangin að einhverju þið búið saman, þið eru í hjónabandi börn er í boði bara að splundra og flytja, búa með eða þú skilur hvað ég meina sko. Ég myndi ekki persónulega vilja gera það og ég held að þess, ef ég heiti fólk þá veit það líka það sjá allir að við séum bara svolítið kjartan fjölskyldu og við elskum það yfir allt þannig að það eru mörk en þetta er bara okkar eigið í öðrum tilfellum þess að sem myndi segja þetta er ekki polyamori mín vegna, mér er alveg sama hvað eru kalla ég bara gerir það sem mér finnst þægilegt og gott og gefandi fyrir mig og gefandi fyrir fólk sem ég heiti og gefandi fyrir konuna mína og það er fjölskyldunum mína ég er miklu hamingjusamari manneskja og hef engu að fela núna þess að þurfa að fela einhverjum hugsunum eða tilfinningum er svolítið svona þá er maður að mínum mati svolítið að vinna gegn sjálfan sig algjörlega og þetta er eins og autoimmune disease þá líka minn að vinna gegn sjálfan sig í stað þess að heila og vaksa, dafna og skína og lýsa þá er hann einhvern veginn að loka og herpa og í gegnum með því að hafa þess að opna umræði þá höfum við lært svo mikið okkur sjálf sem hefur verið bara lokað í einhverjum skáp ef við höfum ekki gert það. En hvað með börn? Hvernig hafið þið nálgast þetta með börnin? Hafið þið eitthvað þurft að útskýra þetta fyrir þeim eða? Nei, við tölum þetta svona lauslega að það sé allt í lagi það er svona að maður getur þess að sé ekki ógnandi en þau hafa ekki verið í þeim kringumstæðum þar sem það þurft að útskýra þetta en þetta er þeir eru mjög opin og tölum einlega allt heima þannig þeim ljóst að það sé ekkert ræðilegt með það sé allt í lagi að elska fleiri en bara eina manneski Mér finnst það geggja virkilega flott en ég er ekki að segja þetta sé framtíðin því þetta er ekki fyrir alla og það er svo mörgt dæmi hljómar mjög hollt sko. Mér finnst það persónulega maður er stanslaust að spegla sig í samskiptum við sína nánustu sko. En það þarf alltaf harmonera skilur þú þarfst að vera með rétt að makan og annað sko. Ég trúi náttúrulega að það sé ekki eitt form rétt fyrir alla alls ekki sko en þetta er bara lykillinn, það eru samskiptin og það sko heiðarleikin og það er það sem er svo mikið að gerast núna held ég í framtíðinni bara heiðarleiki og í öllum samböndum hvort það vinnur í samband eða hjónaband eða stjórnmálar eða heilsukerfissamband eða allt þarna held ég að þú komið með sko transparency nákvæmlega eins og kassarnir inn í geymslunni sjá þau eru glærir, ég sé hvað í þeim jólaskraut, jógadínur síli og við vorum aðeins að fara hérna við sambandið og þetta opna samband og mér finnst við erum búin að covera það og við endum svona svolítið á þessu gegnsæi og við erum búin að fara yfir í þungan og möruna þannig að mér langar svolítið Davíð er á djúsföstu, hann er svolítið svona hann er mjög senar sko. Ég er bara að læra og hlusta, ég slakur líka bara að hjartsláttur niður og svona en að við myndum fara inn í framtíðar sín því að sko ég er með framtíðar sín sem í rauninni bara ég sé fyrir mér að á einhverjum tímapunkti og það er ákveðið svona disclosure í gangi hvað var það til dæmis bara heimsókn að utan til jarðar þar sem að það á einhverju tímapunkti þá kemur þetta hérna bú ég er þar svolítið eða ég vona það því ég sé ekki vonina sko annars þar ég sé já, nákvæmlega, ég vona að þú getur útskýrt það fyrir mér sko ég held við séum þess framtíðarsýnin Enik það hefur náttúrulega margir talað það að sé í væntum núna það sé margir að hjálpa okkur núna að utankomandi virus að hjálpa okkur. Ég er sjálfur ekki mikið í því sjálfur en
bara mín vegna sko. En það ekki það mér finnst einfaldara að einblíða mér á því sem ég get hérna það sem ég get það staðfest þó ég sé mikill draumari myndi flestir segja þess en ég þarf að hafa þessa hjartengingu á sama tíma en framtíðarsýnin sko, ég held það sem ég finn að gerast þetta gegnsæi, við höfum verið undir legum hérna narsissista eða psykopata þess 100.000 árum saman sem hefur bara byggst bara verið stæra hérna skrýmsli yfir allan þennan tíma þú ert að tala að það ekki bara allt svo þjóðir eða þjóðarleiðtogar heldur líka allt svo bara corporation eða allt svo fyrirtæki þetta tengt allt tengt í heiminum þessi hérna mad scientist sem vill hérna eigna sig heiminn þetta ekki bara saga svona virka narsissista, svona virka sociopata hafa byggt upp þetta hérna með langtíma plan að smám saman taka yfir allt sem hefur gerst og við erum við bara komið þangað? Við erum svona nálægt því en hérna það svo mikið hérna uppvakningur í gangur núna altså svona enlightenment ljómun já, nákvæmlega, fólk að fatta þetta sérstaklega síðan þetta COVID-dæmi byrjaði einhver sagði því árið þá hérna tókum klukkutíma já, einmitt það búið hérna, þá hafa svo margir séð í gegnum þess líin kannski ekki það mikið á Íslandi ég svolítið hissa yfir hvað Íslandi svolítið svona eftir á í þeim, ekki eftir á en svolítið svona já, amen, við þetta allt saman en hérna fólk allan heiminn í London eru 100.000 manns út af götunni hérna það hérna alltaf sem dæmi að mótmæla hverju? COVID lockdown bullshitið þetta svo óvísindalegt það svo bara gegn þar ekki hægt að rökræða neina þessu þetta svo götótt allt saman núna í dag búið að hérna gefa leyfi fyrir Ivermectin og hérna leyfi fyrir Ivermectin sem lyf eldgamalt lyf og hydroxychloroquine eldgamalt lyf í Indlandi og hvað gerist með tölurnar og núna hérna þurfa stóru fjölmiðlarnir að standa við sín orða að þetta hafi verið bull að þetta hafi ekki verið leyfilegt þetta hafi verið hættulegt og hvað ok, þarna fórstu aðeins inn í COVID-ið við höfum svona en þetta tengist við höfum ekki farið mikið út í þetta við höfum svona skauta létt framhjóðið bara hérna oft ég hef ekkert sett minni í þetta eina kannski sem ég ákveði það að þykja ekki bólusetninguna alls og núna gerðu þú? Nei, ekki núna ég ætla bara aðeins að fara inn í hjartað og lifa hjartanu bara að slá aðeins ég ætla bara að bíða en annars hef ég ekki verið að setja mig mikið inn í þetta ég myndi ekki hafa bara vitsmannlegt bara andlegt bolmagn í að fara inn í þetta mér finnst þetta svo mikið en þetta að fá fólk til að hérna, spyrja spurningar í fyrsta það líka alltaf jákvæmt sko. gerðist náttúrulega líka 9/11 þá en var ekki mikið úr í þó þetta hefur verið haldið lifandi allan þessum tíma en þetta tengist líka þessu tengist COVID tengist allt saman allt en veistu hvert við erum að fara? Hvar er það sem ég sé fyrir mér bara að sko, var aðeins að tala Jésu ég held við séum hérna komandi the coming of Christ að losna við erum að verða fullorðið mannkyn það sem við höfum verið undir stjórn allan tíma þar á undan núna komin tíma það sem við tökum ábyrgð á okkur gjörðum, á okkur hugsunum á okkar ábyrgð og verðum fullorðin og þar með fellu þessi stjórnapíramída for lack of a better word frá því við þurfum ekki lengur á því að halda við erum komin á þann stað þar sem við erum andlega þurfum ekki að
við erum svo tengt í heiminum núna þess upplýsingaflæðið lárétt og ekki það alveg rétt. Þannig að það bara einfaldlega þetta paradigm af stjórn og legum og allt það bara þetta úrelt núna. Þannig að það alveg rétt þú segir að sko, það er að myndast alveg gríðarlega mikið gjá ég upplifði það allavega með mig gjá á milli í rauninni mín og government sko. Svakalega sko. Ég neita bara að kjósa og hvað gerist? Og það er vantraust sko. Mikið vantraust og hvað gerist þegar í ljós kemur eins og að gera núna ég að horfa á fréttir sem flestir miðlar birta ekki en að hvað gerist þegar í ljós kemur að þetta fólk hefur verið markvisst ljúgandi að okkur og það sannfæst þetta COVID alls konar annað endalaus mikið þess heilsu vísinda nú er ég líka eins og en að það hefur verið að þá þetta vantraust sem þú ert að tala hvað gerist þá við þetta vantraust þegar það staðfest að það hefur verið markvisst verið að ljúga að okkur svo margt allan heiminn En þú semst að segja að við munum sjá sannleikann og við erum farin að sjá allavega einhverja hlið sem að ég geti auðvitað að túlka sem sannleika en það er líka alltaf þetta sko leðu ég fyrir að túlka einhverja sýn mína sem sannleika þá mæti ég náttúrulega líka svo miklum fordómum sko allt svo frá samfélaginu og bara þetta hvað var það bólusetningu sko það er talað að ég hafi frelsi til þess ekki að láta bólusetta mig en á sama tíma finn ég bara fyrir sko sterkum fordómum sko bara hvað séu nágrannar eða vinnufélag eða konan mín það var líka fundið fyrir fordómum vart gyðingum á þeim tíma þetta gerðist ekki bara svona þetta gerðist með því að sannfæra samfélagið að þetta væri rétt og að þetta fólk væri hættulegt þetta var ekki bara þess einhver manneskja og heyrið hans þetta var fólk út af götunni og það sama að gerast núna og þegar þetta ekki bara einhvers konar hugmynd einhvers konar svona spá einhver svona theories þetta allt í svörtu á hvítu það eru lög mál hvað heitir það court cases í gangi með þetta allt saman þetta actually real nema að það sagt í Kína hlær fólk að okkur fyrir að trúa í Kína vita að þetta sé bara propaganda en hér vitum við ekki að þetta sé propaganda og þeir hlæja að okkur hvað þeir trúa hvað kemur í fréttunum og það þannig fréttunni þessi maður sem ég var að nefna áðan CNN hann var tekin upp fyrir að segja we do propaganda we make up stories for an agenda that we are given and I guess you can call that propaganda auðvitað og þetta svona það þetta magnað Fyrst þetta ekki træða þetta við? Nei ég skilji, jú þetta er rosa mikið efni að taka inn sko. Ég er samanlega mörgu leiti sko. Allavega með sannleikann og það verður að spyrja spurninga, gagnrýna spurninga það má ekki bara þagga niður sko. Ég meina það eru þúsundir vísindamanna sem eru að tala á móti það sem er í gangi núna og þúsundir lögmanna líka en þeim er þaggað niður og það er náttúrulega eitt frægt af mig hér á landi en þetta er kannski ekki lýsandi fyrir allt sem er í gangi í öllum heiminum. Stjúpabbi minn sem er yfirlæknir í Þýskalandi, hann segir líka þetta er bara haldið uppi með fjölmiðlum núna, þetta er komið á allt annað plan sem ekki tengt raunveruleikanum lengur og það spyr maður sig af hverju myndi fólk gera það og það svarið það líka til að það En hvað gerist svo? Hvað gerist svo? Hvað gerist svo hvað? Hvað gerist svo þegar að, hvar erum við ekki á leiðin inn í ljósið? Jú. Þetta er planið, það sem þau myndi helst vilja gera með þetta,
blessa mannkyn sem fær að kjósa og allt það en ég sé eins og ég segi ég sé að við séum að uppgöta hamp við erum að uppgöta HeartMath við erum að uppgöta hvað við erum tengda vírus hvað við erum ekki bara að það sé ekki ég trúi ekki að það sé ofhitun jarðarinnar sjórinn þarna úti segir með sama saga hún ekki búin það Wikileaks gaf út fyrir 10-15 árum síðan svona mega drop af gögnum sem sýndi fram þetta var búið að leika sér með tölunum þarna til að búa til þessa hræðslu til að gera meira skatta og til að koma penungnum að stóru fyrirtækinum og útiloka litla eins og hefur gerst núna líka í COVID stóru fyrirtækin eru orðin miklu ríkari heldur en þeir voru á meðan litlu fyrirtækin í mörgum löndum þurft að loka ekki opna alveg, bara farin og á meðan Amazon en ég sé að við séum búin að ná þessum markið það sem við segjum hinga ekki lengra núna þegar maður horfir á það sem gerast með þessar sprautur út allan heiminn það hefur verið 56 sinnum meira dauðsfall á þessari bólusetningu heldur en alla aðra bólusetningar sem hafa tilverið þetta er ennþá experiment ef þetta hefði verið gert það voru engin prófun á dýrum ef það hefði verið gert á dýrum hefði það verið dregið tilbaka leið að fyrstu dýrin fóru að deyja Já, það sem ég finnst athyglisvert í þessu ég á mjög auðvelt með að í rauninni tileinka mér afstöðuleysið og ég svolítið í því núna í afstöðuleysið finnst maður bara að þurfa ég hef ekki haft tíman eða hausinn í að setja mig alveg inn í allt þetta þessi átök þá er það erfitt mér finnst ekki þurfa þess beint en mér finnst ótrúlega spes að allt í einu eru lyfja rannsóknir eða also trials ekki nauðsynlegar og bara það meikar engan sens fyrir mig og það er eitthvað lyf sem að gat tekið 5-10 ára að komast í gegnum eitthvað flöskuháls allt í einu er bara aðgengilegur nánast bara 2 dögum eftir uppgötvun á meðan það til meður sem hafa sýnt sig mjög sterkt fram að svín ég hef heyrt eitthvað af því en ekkert kynnt mér, ekki neitt en það algjörlega, en ég er ótrúlega þakkláttur fyrir að geta verið í afstöðuleysinu með þetta bara og fólk kemur til mín og segir ég fekk bólusetningu í dag og kona mín meðal annars í dag og ég óskinn til hamingju þetta er bara geggjað, æðislega, flott hér það er ekki mitt að stjórna fólki, það er bara ábyrgð hvers og eins að taka upplýsta ákvörðun út frá þeim upplýsingum sem eru til staðar og ef að ég ekki er í stakk búin til þess að kynna mér og fara inn í þaula ef ég veit ekki 100% þá frekar býð ég En það sem þú sagði áðan með að taka upplýsta ákvæðanir máli en á saman tíma varst að segja að þú hafi fundið fyrir fordómum þannig að þú fær ekki aðgang á öllum upplýsingum því þú fær 1/10 af þeim verið þakkað niður og ef þú kýst að fara eftir þess að rannsaka þetta og tala eins það þá verður þú talið niður ég er líka oft lendi í því og ég persónulega ég elska harmoníu milli fólks þannig að í þetta síðasta áheyri þurft að tala það sem ég finnst vera rétt og þurft að díla við að fólk sé að ráðast á mig sem ég finnst rosalega óþægilegt en mikið varða fyrir mig að standa við það sem ég trúi og ég er svolítið passionate about eins og það kannski tekur eftir Mér finnst það gott mér finnst það bara nauðsynlegt mér finnst það algjörlega já, geggjaðan Það er á nægu að taka það er á nægu að taka Ég sá frétt í gær frá eitthvað New Orleans eða Oregon eða eitthvað það sem hafa verið að opna bar það sem að gast verið grímulaus inn í barnum ég bara, yes, loksins en þú þurftir að vísa pass, altså
bólusetningar vegabréfið sko. Og vegabrefið og bara orðið sem slíkt vegabref það felur í sig sko að þú hafir altså bara fullan rétt og ef þú ert ekki handhafi vegabrefs, passaports þá ertu réttindalaus og Pentagonið hefur nú þegar verið að tala microchips sem við vorum talin vera svo geðveik fyrir að tala fyrir árið síðan það er núna bara opinbert það tala það sem nemur og segir þér hvort það sé COVID í þér en það þá tengt öllu það er átin sem við sem þau vilja við förum í og margir vilja það líka það finnst það glæsilegt að vera með microchip í sér Getur líka kannski notaðan til þess að opna hurðina heima Já, en hendugt Já, og kannski starta bílinn og kannski líka til að ef þú segir eitthvað rangt á Facebook verður það ekki eiturlengu heldur banka aðgangurinn þeir verður neitað eða hvað sem hvað veit ég það er líka hægt að hafa áhrif á líkamann einstaklingsins með svoleiðis tækni ég fíla þetta ekki þetta er best, þetta er magnaðasta ég nefnilega elska þetta tækni ég elska þetta starf og bara það, þú varst að tala placebo áðan í öðrum orðum en að öll lyfin sem fara á markaðinn þurfa að sanna sig að vera effektífari en placebo segir svo margt placebo af hverju við erum ekki að rannsaka þetta mest völduðasta lyf sem til á markaðinn sem lyfleysan við erum með svo öflugt tækni og við vitum svo lítið það sem ég var að segja með hjarta að nemur myndum fram í tíman það eru vísindamennum út allan heiminn að rannsaka near-death experiences, telepatíu í dýrum, í mannverum það er svo margt sem við megum ekki vita Tesla með sína orku, ég er ekki að tala Elon Musk, heldur Tesla orku fyrir 100 árum síðan það er svo margt sem við fáum ekki aðgang að og sérstaklega núna sjáum við þetta svo sterkt leið að einhver segir eitthvað á samfélagsmiðlum flagga niður gert grín að við búum í 1984 en fólk sér það ekki þetta er svo magna ég er að spá að mæta þessu bara ég ætla að fara sko þetta samtal er búið að segja mér hvað ég á að gera og það er að mæta myrkrinu í algjöru afstöðuleysi með pjúra löf ég þarf ekki að fara í vörn ég þarf ekki að fara í attack ég þarf ekki að fara í mótmæli ég þarf ekki að fara í meðmæli ég þarf bara að fara í pjúra löf í algjört afstöðuleysi og það er bara svo zen-munkur ég fara bara inn í sen bara Christ consciousness baby nákvæmlega, er það ekki Davíð? Jú, klálega ekki það þú veist þú þessi djúsfast klálega, skekja það er með þetta sko ég er reyna, ég er búin að vera svo mikil í græðki síðustu mánuði að ég var bara að gera eitthvað sko þetta verður svo stjórnlaust þannig að þess vegna er ég búin að vera þessu og nú er ég bara svona sko en það er líka bara geggjað, ég fekk mér þetta 3 vínber að þannig kom líka það er svo flott orka frá það núna, þú streymir frá það ég þarf líka á þess að halda, ég er svo mega stressaður og alltaf fullu, ég var að hugsa hjartaflökt og ég finn bara daginn þannig og svo fer ég í kaldakarið og þá finn ég hann bara reyndu að gera þessa æfingar að anda niður hjarta og sérstaklega með smá svona vændumþykju eða þakklætistilfinningu og því ofta þú gerir það því meira verður þetta að það venjulega fyrir kerfið þetta og því meira þú bara á því plani án þess að það reyna það og þá verður það ekki finna fyrir þetta hefur stöðað mig mjög mikið fyrir árið síðan hvað er í gangi? Nei, ég er svaka róður hefur rosa mikla ári já, ég ætla að sökka mér í þetta það er líka, það má líka fara á heartmath.com og það er líka ókipis svona örmeðferð námskeið í þessu og mega upplýsingum með allt þess vísindalega og bla 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 Þetta er the gateway into the bright future Já, eitt af mörgum það er svo mikið af því í gangi núna að
mannkynið að vakna og að taka ábyrgð og taka völdin sín og að uppgöta hvað þetta hvað þetta nákvæmlega og að hætta að skammast okkur fyrir eitthvað sem okkur hefur sagt að skammast okkur fyrir því þetta með þeim mestu skalu tilfinningum skömm þá þetta líka með að vinna á móti sjálfum sér rústa það er svo mikið draska ég held þessum búnir þetta var bara honor að fá þeirna til okkur í þvottási sama hér og hérna maður koma aftur alltaf velkomin eftir álið algjörlega við tökum hérna follow up þegar að hérna Stasi eru fættir að vakta þvottáhúsið. Nei, veistu hvað? Það mun ekki, ég held innan við ár mun þessi heimur vera óþekkjandi í því sem eins og var 2019 við höfum ekki séð fyrir okkur þetta að gerast. En ég held að innan við ár mjög mikið fyrir að öðruvísi. Eða allavega í okkar skilningi. Ok, en þá fáið þau upp við fáið þau með follow-up hvort það sé Stasi eða ekki Stasi. Ef það er ekki Stasi, þá fáið þau með follow-up þar sem við reynum allir að staðfesta trúðína og von bjarta framtíð og kærleiksríkt og göfgandi samfélag manna og dýra. Vá hvað ég hlakka. Er það ekki? Jú. Yes. Takk Anni. Yey, takk. Indislega. Þvottahúsið í boði gott CBD.